Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá ætlum við að halda áfram, nánast bara daglegu spjalli okkar síðustu daga, ef marka má þá, nýútkomnar bækur. Það stendur jú yfir jólabókaflóðið, það hafið. Bókatíðindi kom út í gær og ein af þeim bókum sem hefur vakið athygli mína þessi bók hér. Hún heitir Utanveltu maður og eftir Valdimar Gunnarsson, íslensku kennara, minn gamla ekki samstarfsmann, heldur félaga í menntaskólanum á Akureyri. Hann var þar þegar ég var þar við nám. Og hann fjallar sögu Frímanns B. Arngrímssonar í þessari bók. Og Valdimar hingað kominn að rauða borðinu til þess að tala þessa bók við mig. Vertu velkominn, Valdimar. Þakka þér fyrir. Ég minntist á að við værum kunnugir langt aftur. Jú. Ég var náttúrulega prúður og stiltur og fór lítið fyrir mér. Ekki man ég betur. Þú manst ekki betur og þú varst prúður og stiltur kennari. Lést lítið fyrir þig að fara. Ég ætla að vona það. Eða hvað? Eða eitthvað. En eitthvað hefur orðið til þess nú má ég segja þú sért á gamalsaldri? Þú ræður því. Já. Ég ekki orðinn áttræður. Nei. En sem sagt eitthvað hefur leitt til þess núna löngu eftir að þú hættir að kenna fyrir norðan að þú fannst þig knúin til þess að skrifa þessa sögu og ég byrja á því að spyrja þig hvað það var sem að kynnti undir. Já. Ég veit ekki, það er ekki öll svona að festa hendur á þessu kannski, en það dálítið síðan ég hætti að kenna og eitthvað þarf maður nú að gera. Já. Og ég hef verið í svona ýmsu grúski, mestanpart kannski neftóbaksfræðum sem svo eru kölluð. Hvað eru neftóbaksfræði? Það eru til dæmis ættfræði. Já. Sem ég nú að vinna fyrir bandarískt apparat sem að Vestur-Íslendinga mikið til. En svo fell svona ýmislegt til og ég, af sérstökum ástæðum var ég fyrir 3 árum eða svo, á svona upp úr þegar COVID fór að sljákka, þá var ég að fletta 100 ára gömlum Akureyrarblöðum. Ég leita fréttum úr minni sveit. Eyjafjarðarsveit sem nú er. Þá rækst ég á auglýsingar og svona pistla í þessum blöðum af og til eftir Frímann B. Arngrímsson. Hann auglýsti kennslu í boði, tungumálum, ensku, þýsku, frönsku, kannski latínu og svo í stærðfræði. Það var mjög vandur að nemendum. Þeir þurftu að vera bindindismenn á vín og tóbak og dansskemmtanir og fleira þess áttar. Mér fannst þetta dálítið sérkennilegt og fór svona að grúska aðeins meira. Ég hafði nú séð þetta nafn af og til, hér og þar. Og ég fór aðeins að leita meira og fann fljótlega að þessi maður hafði átt mjög skrautlegan feril. Þó ekki væri nema það að hann hafði búið á Íslandi, í Kanada, Bandaríkjunum, Skotlandi, Englandi, Frakklandi. Fæddur hvenær? Fæddur 1855, 17. október. Svona venjulegt, bara lausalegs barn úr Hörgárdal og ekkert sérstakt með það í sjálfu sér. En framtíðin var nú ekkert sérstök. Hann reyndar virðist hafa svona komið vel fyrir sem barn og unglingur því að hann var sendur einn vetur í nám til Sigurðar Jóns Bjarnasonar á Rýp í Hegranesi. Þetta var nú oft undirbúningur undir lærðaskólan. En það þarf nú einhverja peninga og það var ekki til. En hann tekur sig upp tæplega 19 ára gamall og fer til Ameríku 1874. Án stuðnings, fjárhagsstuðnings annarra? Einhvers staðar hefur hann, þetta kostaði 56 kistali ef ég man rétt. Og einhvers staðar hefur hann krakkað það saman, hann var búinn að vera vinnumaður hjá föður sínum
Hann ólst fyrst upp í Fljótum fyrstu árin hjá einhverju bandarísku fólki og móður hans var úr Fljótunum. Svo var hann komin í Hörgárdalinn og til föður síns sem hafði stofnað heimili. Og einhvern veginn hefur hann krablað saman það sem til þurfti og fer ásamt 360 og eitthvað öðrum Íslendingum þarna. Og sá hópur átti nú eftir að lenda í skelfilegum hremmingum. Fyrsta árið voru við sult og seyru upp í Kinnmount og hrökkluðu svo ári síðar vestur til Gimli og voru landnemar þar. Er þetta á hápunkti vesturferða? Nei, þetta er svona í upphafi. Í upphafi. Já. Það byrjuðu 1870, það fór tölurur hópur 73 og svo stór hópur þarna 74. En Frímann Bjarnason, eins og hann hétt á Íslandi, faðir hans var Bjarni Arngrímsson, hann staðnæmist í Toronto og fer ekki með þessum hópi neitt lengra. Vinnur þarna fyrsta árið og svo settist hann á skólabekk. Fyrst í barnaskóla eða public school, svo í gagnfræðaskóla og svo í college. Sérst hann fullorðinn maður í barnaskóla? Fullorðinn maður, já, kom tvítugt. Já. En einhverstaðar var það að byrja og hann byrjar á grunninum og í college þá fær hann kennararéttindi. Eftir að hafa kennt með náminu, þá er hann orðinn fullgildur barnaskólakennari. En svo heldur hann áfram og fer í háskóla í Toronto og lærir þar náttúruvísindi sem að innibar nú jarðfræði, líffræði, eðlisfræði, jarðfræði, grasafræði og kannski fleira. Og svo var hin aðalgreinina svo stærðfræði. Og í þessu lýkur hann BA-prófi, reyndar frá Manitoba-háskóla, fyrstur vestur Íslendinga. Nú, það er ekkert annað. Þannig að hann nú stendur nú svona, já, eiginlega fremstur í þessum fræðum meðal vestur Íslendinga. Þá var hann kominn, sem sé þarna síðast, þá var hann kominn til Winnipeg og fann að skrifa í blað sem þar kom út. Það hét Leifur. Það hefði tekið við að Framfara sem var nú frægasta blaði. En þar er hann að skrifa alls konar framfaramál, nauðsyn fyrir sérstaklega vestur Íslendinga en hafði nú líka skoðanir á stjórnarháttum öðru á heima á gamla Íslandi. Og þetta eru stórar hugmyndir, skólastofnun, allsherjarfélag Íslendinga í Vesturheimi og svo framvegis. Og þarna er hann kominn inn á svið sem aðrir ætluðu að vera á ráða og vera leiðtogar. Þannig að honum var nú ekki mjög vel tekið. Nei. Svo fór nú blaðið Leifur á hausinn og þá var hvergi hægt að láta rödd sína heyrast. Þannig að hann var þá búinn að vinna hjá Kanadastjórn og hafði eignast peninga og hann kaupir prentverk og stofnar Heimskringlu. Hann stofnar Heimskringlu og er fyrsti eigandi og ritstjóri hennar. Og þar heldur hann áfram þessum boðskap sínum. Og þá koma nú aðrir menn og stofna Lögberg til höfuðs Heimskringlu og réðu Einar Hjörleifsson, seinna Kvaran. Aðrar pólitískar skoðanir, önnur sín? Já. Þeir voru svona ekki sammála í landspólitíkinni þarna í Kanada. Þeir voru ekki alveg sammála í trúmálum, þeir var nú lykilatriði. Frímann var miklu umburðarlindari og leyf mér að segja víðsýnni. En ekki aþeisti þó? Nei, svo var náttúrulega þetta að hann vildi koma sínum málum á framfæri og á sinn hátt. Þetta er gert eins og hann lagði til. En þeir vildu frekar að þetta er gert eins og þeir vildu. Eða minnst kosti að þeir fengju þá heiðurinn af því. Og þetta fór í mjög illt. Já. Þarna kemur auðvitað í ljós svo líka þverbrestir sem voru í þessari persónu. Frímanni, Andersson eins og hann kallaði sig. Já. Hann er einhverstaðar ekki á miðju rófinu eins og
eins og við þykjumst nú vera svona nokkurn veginn. Já, Hann einhverstaðar eitthvað dálítið til hlýðar. hann lengra genginn. Og það birtist meðal annars í því að það kannski tvend sem einkennir eða gefur vísbendingum að hann á mjög erfitt með að setja sig í annara spor og hann á mjög erfitt með að sko, lesa salin að skynja hvað menn eru að hugsa og hvernig ég að nálgast á. Annað hitt sem ég held að hafi háðunum líka að hann gjörsamlega hirðulaus útlit sitt. Já. Og það á orði víðar sko, að hann hafi verið eins og umrenningur til fara. Já. Engin honum til bjargar, engin Nei, hann ættingjar, engin einstæðingur allt sitt líf. Já. Hann á enga fjölskyldu eða konu sem að sér útlits eftirlit. Nei, en nú stundum mjög heppilegt. Já, það hefur verið það. Dagana rás. Og þetta endar með því að hann í raun og honum bólað burtu þarna. Já. Hann selur heimskringlu og fer til Bandaríkjanna. Og þar þýðir hann Eiríksögu rauða og fyrir einhvern servitring og eitthvað fleira. Kennir. Sæmileg þýðing. Ég hef ekki skoðað hana. Nei. Ég hef bara lesið þetta á íslensku. En svo fer hann að vinna hjá rafmagnsfyrirtækjum. Og þá nú komin tengingir sem að flestir hafa sko því að hann þekktur fyrir afskipti sinna raforkumálum, virkjunum og öðru fylíku. Já. Og þarna, eins og ég segi, tekur hann rafmagnstrú. Rafmagnstrú? Já, og sko, maður þarf aðeins að sko ímynda sér hvernig þetta var þessar mundir þegar að þarna eru sko kallar eins og Edison, Nikola Tesla og fleiri. Þeir eru þarna á fullum snúningi. Já. Og hann kynnist þessum mönnum og... Persónulega? Já, hann á í bréfaskiptum við Tesla eitthvað síðar. Og það eru til vitnisburður það að hann hafi verið þarna og bara lofa góðu, efnilegur. Hann fluggáfaður? Hann virðist hafa verið það, sko, en kannski dálítið sérhæft og þó. Hann tungumálagaspur líka og það í honum rómantískur þráður. Já, kannski var hann bara að mörguleiti fluggáfaður en það vantaði þennan þátt í hann, samskipta þáttinn að miklu leiti. Já. Svo hann nú nokkuð skjótráður stundum. Já. Og allt í einu fær hann þá flugu í höfuðið að sko, rafmagn, þetta það sem Ísland þarf. Og hann tekur bara hatt sinn og staf og rýkur til Íslands árið 1894. Já. Og fær reyndar kostnaðaráætlun hjá fyrirtækinu sem hann hjá, General Electric, allan búnað til að rafvæða 4.000 manna þorp. Hann ætlar að rafvæða Ísland 1 og 3 bara? Já, sérstaklega byrja á Reykjavík. Já, byrja á Reykjavík. Sem eru svona 4.000 manns. Já. Og hann veit Elliðaárnar. Já. Þannig að hann drífur sig til Íslands. Já. Lendir nú reyndar í töfum á leiðinni því að hann var alveg skítblankur þegar hann kemur til Kaupmannahafnar. Já. Og Bogi Melsteð heldur hann sé með lausa skrúfu þessi maður. Það fylgir honum sögur af því að þegar hann var að tala, jafnvel í ræðustóli, þá hafa hann stundum talað sig svo heitan að hann komst ekki lengra. Hann fór á yfirsnúning, svo maður segja, þegar hann var að tala hugðarefni sín. En hann kemst til Íslands og fær litlar undirtektir, engar, og vondar þess en þær voru. Og kallaður ýmsum, ljótum nöfnum, svona landhlaupar einhver og svo kemur frá Ameríku og menn voru náttúrulega ekki mjög hrifnir á Ameríku, ekki allir. Og honum hafnað. En mældu að vísu fyrir hann vatnið í Skorarheilsfossinum og hann reiknar út þessi alveg nóg fínt. Þetta kostar peninga og þarna voru mér líka að hugsa járnbraut og ýmislegt svona og hann sem sagt hunskast tilbaka.
En ekki alla leið því að hann átti ekki fyrir farinu til Ameríku. Þannig hann fer með einhverju gripaflutningarskipi sennilega til Edinborgar. Og þar, svo kemur Einar Ben þangað árið eftir og talar hann til og segir að nú sé allt annað líf í Reykjavík. Mér var einmitt hugsað til Einars Ben áðan þegar þú varst að fjalla þennan kafla. En hann sko hin hliðin. Hann kannski ekki alltaf með pottþétta útreikninga og henni fræðilegu hlið. En hann sölumaður Guðsmáð. Hann sölumaður dauðans. Alveg bara. Hann hafði það sem Frímann vantaði. Frímann fer aftur til Íslands og það sama sagan. Þannig að hann fer tilbaka og í London skeið en kann ekki vissi þar. Bretar eru vondir og leiðinlegir finnst honum og þar hefur Kjartan nú átt í útvistöðum með Kanadastjórn. Hún hætti að styrkja landnema eins og hann vildi að þeir gerðu og Kanadastjórn var náttúrulega undir hinnum bresku yfirráðum og þannig þetta var allt sama pakkið. Þá fær hann þessa snildar hugmynd að því honum finnst að fara til Frakklands. Það átti að vera heimsýning 1900 og svo náttúrulega eru frakkar vísindamenn og spekingar og allt það. Þannig að hann drífur sig þangað alveg fyrirhyggjulaust eins og þegar hann fór til Íslands. Og það bara skemmst frá því að segja að hann nær aldrei fótfestu í Frakklandi. En var hann þó ekki þar í heil 17 ára eða eitthvað? Jú, fast að því. Og hann segir sjálfur það hans orð að París sé nú ekki sá menntabær sem hann hefur búist við og hann hafi í því tilliti stokkið af steikarpönnunni á eldinn. Skemmtileg lýsing. En hann náttúrulega ef maður sér fyrir sér þessa erkitýpu frakkans, elegant og allt það, þá hann nú dálítið eins og hundur úr annarri sókn. Hann Hættur og spottaður. Já, og sjálfsagt, svo ber þarna fljótlega, hann náttúrulega, hann sveltur þarna stundum heilu hungri og það fer að bera á þessum veilum í honum, hann fær svona ofsóknaræði. Það séu allir á mótunum, lögreglan alltaf eitthvað að snuðra og hann að skipta sér af málum, hann skrifaði í blöð, hann var á móti til dæmis símanum, norræna, stóra norræna. Það mjög fyndið að vera boðberi rafmagnsins sem var á móti símanum. Já, hann vildi nefnilega Marconi, hann vildi loftskeytin. Það væri betra. Það væri betra. Já, líka vegna þess að hann taldi að þið mikla norræna ritsímafélag, hvað sem það hét nú, ég man það ekki á dönsku, þeir ætluðu bara að maka krókina á þessu og græða á Íslendingum. Og hann taldi nú að bak við þetta stæðu auðjöfrar gyðingar og ýmsir aðrir sem hann hafði ímugast á. En svo hélt hann að þeir væru að ofsækja sig. Hann leit alltaf dálítið stórt á sig. Ef hann skrifaði í Þjóðólf, þá hélt hann að þeir kiftust við og reyndu að senda einhverju útsendara til að klekja á honum. Já, hann svona sumpart veruleika fyrstur. Já, hann verður það. Og það eru heimildir fyrir því og það var danska konsúlatið í París. Það leggst í miklar bréfaskriftir. Þá hafði nú faðir hans dáið heim á Íslandi og hann fékk að vita það og langar nú heim til Íslands. En náttúrulega ekki fyrir því. Þannig hann fer í danska konsúlatið og biður þá að hjálpa sér. Og það verður nú svona eitthvað lítið svör og hann verður óþolinmóður og telur að þeir vilja ekki gera neitt fyrir hann og þeir vilja þá bara senda hann heim og spurning hver borgar brúsan og það eru mikil bréfaskipti og þar kemur reyndar fram á einum stað að hann sé orðinn til vandræða því að hann komið þangað sinnsforvirrið, það er að segja bilaður á geðsmönnum, vopnaður og ógnir starfsfólkinu. Þannig svo sem engar fleiri heimildir fyrir því en svo þegar loksins nú búið að útkljá þetta hver á að borga og hvernig á að koma heim, þá var hann hættur við.
Þannig að hann verður bara áfram í París. Alveg fram að stríði. En hann á mjög bágt þessi ár þarna. Sveltur stundum held ég heilu og hálfu hungri og hrekst á milli staða. Engir vinir í allir þessari sögu? Það er nú kannski til, sko. Þegar Frímann dó norður á Akureyri, þá fannst undir rúminn hans bunki af blöðum sem að reyndust vera minningar frá London og París. Og vinur hans sem hafði verið nemandi hans þar, ábyggilega ekki dansað eða drukkið eða reykt, hann tekur þetta og tókst að lesa þetta hér með allt og gaf út í bók sem heitir einmitt minningar frá London og París. Já. Þetta er náttúrulega einhliða frásögn Frímanns. Já. En þar kemur fram að hann veiktist á síðustu metrunum þannig og sennilega eitthvað í sambandi við blöðruhálskirtil eða þess áttar og þar. Hann gekkst undir hroðalega aðgerð sem hann lýsir, bara staðdeyfður, ekki svefður. Og svo kom í ljós þegar hann liggur þarna á spítala að hann átti nú ýmsa vini og kunningja svona sem vorkennd honum og komu til hans og réttu ýmislegt gott að honum. Já. Og meiri sé að Danir tók honum vel þegar hann kom í sendiráðið eftir að hafa losnað á spítalanum. Já. En annars virðist hann hafa, sko, menn hafið þreist á honum. Já. Og já, það er ljóst af bréfum sem hann hefur skrifað að menn hef ekki fylgt honum alla leið. Nei. Eftir hann kemur svo heim alkominn og þú rifjar það upp hérna áðan hvað vakti fyrst áhugaðinn sem voru þessar auglýsingar. Já. Hvernig vegnaði honum? Hann fer sem sé til Akureyrar, nánast beinaleið og þá er nú verið að áfara að virkja glerána og hann þannig að hefur nú strax skoðanir á því og leggur ýmislegt til. En eins og títt þá vildu menn nú heldur fá sérfræðinga sunnan eða frá Danmörku til að rekna þetta út. Það byrja að snemma? Já, það er nú lengi loðað við. Og kannski ekki litist hann mjög trúverðugur. Nei. En þannig að hann fær nú engan hljómgrunn þar. Nei. Og það er hins vegar til, sko, það er annað rit sem er helgað Frímanni, heitir Minningarbók, annar gamall nemandans, gaf út. Eðvarð Jónsson hét hann, þetta var svona fylgiritt, mann ekki hvort það var tímaritt eðlisfræðingafélagsins eða eitthvað svoleiðis. Og þar er safnað saman ýmsu og þar á meðal er greinargerð eftir Steingrim Jónsson sem var nú held ég raforkumálastjóri eða eitthvað þar bil. Það sem hann fer yfir útreikninga Frímanns á hugsanlegri Elliðaárvirkjun, þannig frá 1894 og kemst að þeirri niðurstöðu að þetta sé allt saman bara pottþétt, fínt. Það var náttúrulega eftir að byggja öll mannvirki og með tilhengandi kostnaði en sem sagt Frímanns þátturinn hafi verið alveg stráheill, sko, hann kunni alveg að reikna kallinn. Já, einmitt. En svo lendir hann upp á kant við menn fyrir norðan. Hans stóra áhugamál var að nota rafmagn til kyndingar. Því að honum hefur oft orðið kalt á barsárunum. Og þá fara menn að deilum hvað kostnað við að hita með olíu eða með kolum eða með rafmagni og bera alls ekki saman. Og einn flett upp þessari bók, hann er upp í hinni og þetta. Þannig að hann lendir upp á kant við svona það sem að hann hefði þurft að koma sér vel við. Og þá fer hann að gera meira því að reyna að kenna eitthvað. Svo harkar hann út styrk frá hinu háa Alþingi þeirra framlýður. Lítinn styrk, 600-800 krónur kannski, til að leita að jarðefnum. Því að þá fer hann að einbeita sér að því að reyna að finna hráefni til að framleiða sement. Steinlím eins og hann kallaði það.
og hann fer landið vítt og breitt og dröslar heim alls konar grjóti og sendir sumt af því til Reykjavíkur, sumt til útlanda til greiningar og finnur nú ýmislegt meðal annars Rauðasand en þetta bara of snemma á ferðinni sko. Þetta virkar ekki þá. Hann ofta undan samtímanum. Já, eiginlega alla tíð sko. Alla tíð. Já, það má heita. Á sama tíma og hann eiginlega ófærum að miðla hugmyndunum vegna bresta í persónuleika gerð og framkomu. Hann sko bara eins og Davíð segir sko, fáir njóta eldana sem fyrstir kveikja þá. Akkurat. En hugmyndir hans margar sko eru að mörgu leyti briljant og hafa orðið að veruleika löngu síðar. Já. Og hans náttúrulega getið mjög eins og sagði einn við mig núna á dögunum sko, hans alls staðar getið þegar talaði þegar nútíminn kom til Íslands. Já. En það bara nafnið hans og svo ekki mikið meira. Ég skil. Er mikil og fjölþætt heimildavinna að baki hjá þér þegar þú setur saman þessa bók? Já, hún náttúrulega talsvert mikil sko. En kosturinn sá að hann, eins og ég segi, hann skrifaði mikið í blöð og svo var náttúrulega skrifað hann. Það var ekki allt fallegt en svo gjörðabækur bæjarstjórnar Reykjavíkur og Akureyrar því hann átti alls konar erindi við þessar ráðamenn og svo þessar minningar hans frá London og París. Hann gaf út tímarit á Akureyri, Fylkir hét það og þar skrifar hann náttúrulega þessi hugðarefni sín og af og til þá skrifar hann svolítil brot úr ævisögu. Það sem hann rifjar upp svona einhverja ákveðna þætti. Þannig að það má nú sko reyta þetta saman. Já. Það hafa nokkri skrifað hann svona afmarkaða þætti. Jón Hjaltason til dæmis hefur nú skrifað hann náttúrulega í sögu Akureyrar svo lítið og svo skrifaði hann þátt hann í þeir settu svip á öldina og Jón var svo greiðvíkin að hann lánaði mér þar sem hann hafði tímt saman Frímann og það var ekki ómeskilegt. Nei. Þar á meðal þetta þessar hreppaflutningar sem stóðu til frá París og fleira. Langt bréf sem hann skrifaði Kristjáni 9. Danakonungi landsins gagn og nauðsynjar og Þannig að í þessari bók eru upplýsingar sem ekki hafa áður komið fram opinberlega? Já, ég býst við að megi segja það en kannski fyrst og fremst að þessu safnað saman þarna. Einmitt. Og það það ég held að ég megi segja það að ég sko hrapi ekki að ályktunum þó að ég sé nú stundum að velta fyrir mér stoppan svona af og til og velti fyrir mér en þarna til dæmis líka fyrir tilviljun sko að Hjalti Pálsson, sakfræðingur þeirra Skagfirðinga, hann nefndi við mig, hann kannast eitthvað við þetta nafn úr einhverjum gömlum skjölum sem hann jarðakaup. Og ég fór að grúska meira í þessu og þá kemur í ljós að Frímann hefur keypt jörð í Fljótum 1917 eða 18. Það bakki sem liggur að Fljótaánni og Skeiðsfossi og það tekið mjög skýrt fram að það fylgi réttur til vatnsins og vatnsaflsins í Skeiðsfossi og hann selur jörðina jafnharðan afturinn tekur undan og landsbyldu þannig að sé hægt að grafa skurð og landsbyldu norðan við hólana svo að sé hægt að reisa stöðvarhús. Þannig að verða að virka, á að fara að virka. Hann alla daga með huga. En svo kemur í ljós nefnilega þeir sem standa bak við þetta því hann átti aldrei peninga til að gera svona. Það eru 2 bræður frá Laxamýri, Sigurjónssynir og 1 kaupmaður á Akureyri. Ekki bræður Jóhann? Bræður Jóhann Sigurjónsson, skálds, sem ætlaði sér að gera höfn við Höfðavatnið. Alveg rétt. Og þarna átti að fá rammagn fyrir síldarverksmiðju eða hvað það átti að vera. En það voru öfl í Höfðanum sem að vildu þetta ekki og þeir dóu 3 þarna, Jóhann Sigurjónsson fyrst,
svo Jóhannes Þorsteinsson í Hamborg, kaupmaður, og svo Egill Sigurjónsson á Laxamýri. Þannig að það var ekkert að þessu. Já. Og já, það er ýmislegt svona sem að reytist upp sumt óvart. Leó heitinn Kristjánsson, jarðeðlisfræðingur, hann skrifaði svo lítið hann. Og hann hafði til dæmis reitt saman upplýsingar þetta próf hans, háskólapróf, hvaða greinar hann hafði lært. Hann hafði líka gert tilraun til að finna í hvaða blöð hann hefði skrifað. Og það var mjög langur listi og ekki nærri því þurrausið. Nei. Þannig að, jú, ég hef náttúrulega notið annarra manna sem hafa gert ýmislegt áður. Ég heyri það alveg á því hvernig þú talar hann að þér finnst hann stórmerkur og þú hefur bundist honum böndum í þessari vinnu. Já, ég held að því verði ekkert netta, en upphaflega þetta nú bara svona, ég var að skoða þennan skrýtna kall. Já. En það var svolítið ítt á mig með það að gera úr þessu bók. Næsta herbergi var kona sem var að skrifa bækur og hún vildi að ég gerði það líka. Og það er Tindur sem gefur út. Já, Tindur gefur þetta út. Já, nafnið á bókinni, Utanveltu maður, sækiru þér það í skáldskap, vísu? Já, vísu. Það er vísa eftir Steingrími Nesi. Já. Gaman vísa sem hann yrkir þegar hann kom í ófeikstaði og fekk ekki, hún var ekki synd eins og hann taldi. Og er í keltu oddvitans utanveltu maður endar hann vísuna. Baldur á Ófeigstöðum var oddviti og var að sinna einhverjum embættisstörfum í staðinn fyrir að tala við Steingrim. Já, ég hugsaði þegar ég sá titilinn á bókinni, ég hefði sennilega ekki, ég man ekki eftir að hafa séð þessa samsetningu. Þetta er nú til samt kemur nú víðar fyrir held ég. Að vera utanveltu þekki ég mjög vel. Já. En að einhver sé utanveltu maður, ég held ég sé að sjá það í þetta orð, þessa samsetningu í fyrst skipti. Hinn kostunum var náttúrulega utan garðs. Já, það er aftur á móti mjög þekkt. Það er svona, það er svolítið merkt orð. Já. Ég vildi ekki nota það. Nei. En mér finnst hann hafa orðið utanveltu í raun og veru. Og hún leið þannig sjálfum það ekki? Jú, það virðist vera. Hann er það er náttúrulega þessi píslarvotts hugmynd og þessi ofsóknarkennd sem að þjáir hann löngum. En hann lítur mjög stórt á sig að mörguleyti þar að segja menntun sína. Og hann er mjög sár þegar menn véfengja hana. Já. Véfengja hana við rétt fyrir sér. Já. Af því að hann er eins og fleiri sem kunna að reikna. Hann veit að niðurstaðan er rétt. Og það þarf ekkert að oflengja það frekar. Nei. En þessi ströngu skilyrði sem hann setti nemyndum sínum, gekk samt vel fyrir hann að fá nemyndur? Þannig virðist vera að hann hafi, og þeir ber honum vel söguna. Þeir mjög fórkostuleg frásögn Eðvarðs Jónssonar af því þegar hann kemur til hans, hann lýsir því hvernig kallinn ýtti svona einhverju drasli á borðinu og bara eitt borð og stóll og rúm í herberginu og svo settist Eðvarð við borðið og kallinn settist á rúmið og fer svo allt inn að segja hann frá aðferðum í stærðfræði þar sem að margföldunin er bara samlagning sem við höfum endurtekin og deiling er bara frádráttur. Og við þetta hafði hann einhverja franska kennslubók og eða segir að hann hafði ekkert átt að sjá því að hann skildi ekki bofs í fransku þannig að hann fór svona á flug. En hann segir hann hafi kennt honum vel það sem hann kennt honum. Og það eru þessi einkennilegu þessi einkennilega samsetning. Hann orti dálítið kallinn. Það var eina bókin sem kom út á honum lifandi eftir hann. Það er rúmlega 30 blaðsíðna ljóðakver á ensku sem er gefið út á Akureyri 1915. Og svo birt hann svolítið þessu tímariti sínu. Og
og það er á einum stað í Heimskringlu sko, er bréf frá honum sem að lýsir eiginlega, ég veit ekki hvað að kalla það er eins og hann hefði fengið vitrun. Hann stendur upp á Mont Royal og lítur yfir landið og ja, þetta er eiginlega engu líkt sko. Það er eins og hann sé í öðrum heimi eða einhverju leyti. En þó að skrifa landið og þjóðina og allt það. Þannig hann er mjög einkennilega samansettur. Já. Í París var hann mikið á söfnum af því að það var hlýren úti veitum það. Og þá er hann að grúska í tungumálum. Sanskrit og ýmsu þess áttar. Og skýra Eddu, það var nú dálítið langsótt af vísu. En þannig að það er allt mögulegt í honum. Hefur eitthvað velti fyrir þér hvaða heilkenni kunna hafa hrjá hann? Asperger eða eitthvað svoleiðis? Það er eflaust eitthvað svoleiðis. En ég er nú engin sálfræðingur. Kona mín sem er nú sálfræðingur, hún sagði að það væri nú ekki vafa á því að hann nú verið einhvers staðar. Þarna svona til hliðar á rófinu en fór nú ekkert nærmar í það. Nei. En þetta hljómar mjög spennandi og það verið gaman að sjá hvernig þessari bók vegnar. Fór hún ekki beint á einhvern metsölulista bara? Ég hef nú ekki séð það. Mér fannst ég sjá það hjá útgefandana þínum að hún hefði nýlega útkomin sko. Náða detta þarna inn í eitthvað sæti. En jú, menn ýmsir hafa gaman að þessu ábyggilega sko. Já. Þetta er eins og ég segi þessi þjóðar íþrótt okkar að segja sögur af skrýtnum köllum og kellingum. Já. Þetta fellur alveg inn í það. Já. En svo er þetta líka bara leksía í þessu að þegar að verða svona umskipti eins og verða nú þarna á þessum árum sko. Nýjir tímar koma og auðvitað fara menn offar í sumir sko, þeir halda að sé allt hægt að gera eins og núna með gervigreindina sko. Og aðrir eru bara forstokkað í einhverjum gamlum tíma. Já. Og því fer sem fer. Og þegar að bætist svo við að menn eru ekki frambærilegir eins og hann var ekki. Sem er svolítið merkilegt af því að hann hefur lifað og hræst í Bandaríkjunum þar sem að sko menn settu upp sjó. Já. Það sem hann kemst næst er það að honum tekst í annarri hvori ferðinni til Reykjavík og þá tekst honum að setja saman eitthvað svolítið batteri og kveikja á einni lítilli peru. Það er nú það sem hann hefur til að sannfæra menn ágæti þess að fara afljós. Já. Og það er einlega sko, já, þetta verður svona grátbroslegt. Að sjá þetta. Já. Það verður spennandi að sjá hvort bókin verður víðlesin eða ekki, en mjög áhugavert að fá þig hér hingað í heimsókn. Valdimar, þú ert aftur á leiðinni norður eða ekki bara eftir nokkra daga? Jú. Já. Ég var svona veltaði fyrir mér hvort ég ætti að spyrja þig í lokinum sem íslensku maður og íslensku kennari hvernig er lýst á stöðu íslenskunnar heldur hún lifi alltaf tungan okkar? Já, ég býst nú svo sem við því. Já. Ég býst nú við því en hún verður ábyggilega dálítið öðruvísi í laginu en... Öðruvísi í laginu, já. Já, ég hugsa það nú sko en jú, ef menn sko meina í alvöru það sem þeir segja núna það að styðja hana þá hugsa ég að það geti nú alveg orðið að hún lifi en hins vegar verður nú sennilega erfitt uppdráttar með skortið skeið. Já. Ef við sjáum svolítið hvernig hefur farið sko fyrir til dæmis þessum keltnesku málum þau lifa ennþá þrátt fyrir allt þó að það sé ammarskar hópur sem notar þetta. En ég er svo sem engin spámaður. En hún minnskosti það lafir meðan ég lifi var haft eftir Frakkakonungi.
En við þurfum að sinna þessum málum betur. Já, það þarf náttúrulega að gera það svona svolítið markvisst og kannski er þetta að fólk geti lesið og sjá ástæðu til að lesa og tala hana. Nú ég sé svo sem oft að menn eru farnir að hugsa á útlensku og þýða það svo, að því að átala íslensku. Maður sér þetta stundum glitta í gegn og já, það hafi ekki alltaf allir verið einhverjir snillingar í meðferð málsins. Nei. Og ég hef nú lesið tölvert mikið sko af gömlum textum, ég að grúska mikið í gömlum heimildum, til dæmis bara dómabókum áður þess áttar. Það nú ekki parfín íslenska sko, sem þar brúkuð. Nei. Að menn á þeim tíma séu undir áhrifum af erlendri tungu. Já, og það var til þessi kanselístíl sem kallar var og svona sem sko aflangar málsgreinar eða setningar og sumt af því mjög, sem myndu kalla óíslenskulegt. Já, einmitt. En þetta lagaðist aftur. Og ég held að það geti alveg farið svo. En meginatriðið náttúrulega að börn og unglingar alist upp við íslensku. Já. Og ef þau ekki lesa mikið af bókum eins og við gerðum kannski á okkar tíð, þá þarf bara að tryggja að þau lesi eitthvað einhvers staðar annar staðar og þau lesi íslensku og noti hana. Ég svona, það dagamunur á því hvort ég bjartsýnn eða svartsýnn, en ég á strák sem í Versló og hann segir að nú sé í tísku að tala góða íslensku og áhugi fyrir því að rækta tunguna hans í meiri núna heldur en hafi verið nokkur skeið. Þannig að það getur vel verið bara unga fólki sjálft taki völdi. Já, þeir verða náttúrulega að gera það sko, því að ég held að þó að við séum eitthvað að predika þá það ekkert víst að þau skilji sko. Ég á nefnilega að þau nefnir soninn, ég á dótturson sem var hér árið að byrja í nýjum skóla og móður hans var eitthvað að spyrja hverju var að kenna honum og meðal hans hver kennt honum íslensku því að hún hefði nú áhuga á því. Hann var nú ekki alveg, hann bara síðan einu sinni aðeins og þetta einhvers, þetta svona kall, svona eins og afi, skil annað hvert orð sem hann segir. Já. Það hefur nú löngu verið þannig á mínu heimili að yngstu börnin, þau ströggla aðeins með orðaforðan. En mér var pínlítið hvert við sko, ég sá fyrir mér samræður okkar langkvæði ganna, það sem að væri bara suð í öðru hverju. Ég veit. Við vonum það besta. Já, við skulum gera það. Kæra þakki fyrir komuna, Valdimar. Já, þakka þér fyrir að bjóða mér að koma. Mjög skemmtilegt að fá þig. Og ég þakka ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur, samfylgdina í kvöld, sem og ekki síst öðrum viðmælendum og tæknifólki. Ég vil minna ykkur á það að ef þið hafið velt því fyrir ykkur að styrkja samstöðuna með mánaðarlegu framlegi en hafið ekki hrundið því í verk, þá ekki eftir neina bíða, bara fara inn á vefslóðanasamstöðin.is og þar hnappur þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði getum við bókað vísan stuðning þinn sem hefur allt að segja fyrir framgang þessarar stöðvar. Við erum algjörlega háð því að þið, 40.000 manns í viku eða svo sem njótið okkar efnis, að sem stærstur hluti ykkar greiðið áskriftagjald en við lokum ekki efninu, það frítt fyrir alla. En ef þið viljið framhald og ef þið viljið bæta dagskrá, endilega þið sem eruð aflögufær styrkið okkur. En þættinum lokið í kvöld, við verðum hér aftur í loftinu annað kvöld með fréttir í beinni klukkan 8 og síðan rauðaborðið í kjölfarið á því. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.